Við ætlum að skoða saman rætur margliða. Við getum sagt að talan x0 heitir rót eða núllstöð margliðuna p af x ef p af x0 er jafnt 0. Nú, hvað þýðir þetta? Jú, ef það er til einhver tala sem við getum kallað x0, hún heitir x0 í þessari skilgreiningu en hún gæti alveg eins heiti a eða b eða c eða hvað sem er. En þetta er einhver tala sem við getum sett inn í staðinn fyrir x í p af x þannig að útkoman verði 0. Og þessar rætur eða núllstöðvar, þær eru býsna merkilegar og geta hjálpa okkur býsna mikið þegar fram í sækir. Við skulum skoða dæmi. Finnum rætur margliðuna p af x sem er jafnt á x í öðru mínus 7x mínus 18. Og lausnin á þessu er afar einföld eins og yfirleitt alltaf í þessum dæmum að við tökum bara p af x og segjum að hún sé jafnt á 0. Þannig finnum við hvaða x uppfylla þessi skilyrði. Segjum x í öðru mínus 7x mínus 18 er jafnt á 0 og allar tölur sem uppfylla þessa jöfnu geta kallast rætur margliðunar. Við höfum raun og veru 2 möguleika þegar við ætlum að finna x-ið. Annarkvort getum við leyst annarstigsjöfnuna með þessari gömlu góðu reglu x er jafnt á mínus b pluss mínus rótina d deilt með 2 en þessi raun og veru er svo einföld að við getum leyst hana með þáttun. Ef við til dæmis bara búum til 2 sviga, við sjáum að þetta er x í öðru og x og svo fasti þannig að það hlýtur að vera x báðum megin. Nú fastin hérna er neikvæður þannig að við sjáum að það er pluss og mínus. Svo hugsaum við bara hvaða tölur getum við margfalda saman og fengið mínus 18 en lagt saman og fengið mínus 7. Og eftir snögga leit þá finnum við 2 og mínus 9 sem að ganga í þetta. Og ef við erum með svona margfeldi, hérna er svíi, margfalda með öðrum sviga og útkoman er 0, þá verður annar hvor þátturinn að minnsta kosti að vera 0. Þannig að við höfum 2 tilfelli, x plus 2 getur verið jafnt á 0 eða x minus 9 getur verið jafnt á 0. Og nú setjum við þetta bara upp. Að talan sem við skulum kalla x1 plus 2 eru jafnt á 0 en x2 minus 9 er jafnt á 0. Leysum hvora jöfnuna fyrir sig og fáum að x1 er jafnt á minus 2 og x2 er jafnt á 9. Þannig að þetta eru þær 2 tölur sem að gefa 0 út úr p af x. Þannig að við getum sagt að p af x hefur rætunar x1 jafnt á minus 2 og x2 jafnt á 9. Þá komum við að afar mikilvægri reglu og þið getið séð að hún er rosalega mikilvæg af því að hún er með nafn. Hún heitir afgangsreglan. Við notum hann alveg gríðarlega mikið. Hún segir að sé fyrsta stigs margliðinni d af x jafnt á x minus x0 deilt í margliðuna p af x verður afgangurinn fastinn p af x0. Það er p af x jafnt á x minus x0 sinnum q af x pluss p af x0. Þessi regla gengur raun og út á það að segja í staðinn fyrir að við séum með r af x þá vitum við að talan sem kemur hérna eftir er talan sem við fáum ef við setjum x0 í staðinn fyrir x. Og x0 er sem sagt seinni liðurinn í d af x. Við skulum sanna þessa reglu áður en við förum að nota hana. Nú er p af x jafnt og x minus x0 sinnum q af x pluss r af x. Þegar við vitum að d af x er x minus x0. Og reglan sem fjallaði deilingu margliða, hún sagði okkur að p af x er jafnt á d af x pluss sinnum q af x pluss r af x. Og nú vitum við að d af x er x minus x0 þannig að við skrifum það bara í staðinn. En r af x er 0 margliðan eða hefur stigið 0. Munið að 0 margliðan, hún hefur ekkert stig en sem sagt r af x, hún hlýtur að vera
af lægra stigi heldur en d af x og d af x er fyrsta stigs. Þannig að þá hlýtur r af x að vera 0 stigs eða ef deilingin gengur upp þá er hún 0 margliðan. En hvort sem þá er hún fasti. Þannig annarkvort er hún 0 eða einhver önnur tala en hún er fasti og breytist ekki með x. Það er r af x er jafnt og einhver tala k. K er bara einhver breyta sem við búum til. Og við notum bara k til að tákna það að þetta er ein tala. Þetta er ekki margliða af hærra stigi. Nú, jafnan p af x jafnt og x mínus x0 sinni q af x pluss k gildir þá fyrir öll x. Það er að segja að við vissum að þessi hérna jafna myndi gilda fyrir öll x og síðan vitum við núna að r af x er jafnt og þessi tala k, þannig að þá hlýtur þessi jafna að gilda fyrir öll x. Nú, þá skulum við setja inn x0 í staðinn fyrir x. Þegar ef þessi hérna jafna gildir fyrir öll x, þá gildir hún líka fyrir töluna x0. Þannig að við ætlum núna bara að prófa að setja x0 inn í þessa jöfnu. Og þá fáum við að p af x0, setjum semst bara x0 í staðinn fyrir x hérna, það gefur ykkur p af x0, er jafnt og, nú ætlum við að setja x0 í staðinn fyrir þetta x líka, x0 mínus x0. Þannig að við aðtöða það að x-ið hérna er breytan, þannig að við setjum x0 í staðinn fyrir það. Þessi hérna tala var fasti, þannig að við breytum henni ekki neitt. Þannig að hún er áfram x0 hér. Sinnum q af x0, setjum x0 þar inn líka og pluss k. En x0 mínus x0, það hlýtur nú væntanlega að vera bara 0. Þannig að við segjum að þetta er bara 0 pluss k. Þetta er sem sagt 0 sinnum q af x0 og sama hvað q af x0 er. Þá erum við að margfalda með 0, þannig að það hlýtur að vera bara 0. Og 0 pluss k er bara k. Og það er nú þannig að ef við búum til svona jöfnu sem við erum að framlengja áfram, þá verður hún að standast alla leið. Og við erum búin að passa okkur því og þá vitum við að p af x0 hlýtur að vera jafnt og k. Þetta er allt saman jafnt. Það er k er jafnt og p af x0. Og þar með höfum við sannað regluna. Sannað það að það sem kemur hérna aftast hlýtur að vera p af x0. Skulum taka eitt fljótlegt dæmi þar sem við beitum þessari reglu. Það er einfaldlega spurt að þessu, gengur d af x jafnt x pluss 4 upp í margliðinni p af x jafnt og x í fjórða pluss 2x í þriðja mínus 8x í öðru pluss x pluss 1. En í t af x jafnt og x í þriðja pluss 8x í öðru pluss 13x mínus 12. Þannig að við ætlum að aðtöga hvort að þessi deiling gangi upp. Anvist þú að deila því að nú getur nota afgangsregluna til þess að finna þetta. Lausnin er svona. Fyrst skoðum við margliðina d af x. Þetta deilirinn. Og við sjáum að hún er hérna x pluss 4. Og við skulum finna hver er rót margliðunar d af x. Þannig að við setjum x pluss 4 jafnt og 0. Og ef við færum 4 yfir, þá fáum við að x0 er jafnt og mínus 4. Þannig að þetta x0 sem rætt er í reglunni er mínus 4. Og þá þurfum við einfaldlega að setja mínus 4 inn í margliðina p af x og t af x til þess að kanna hvort að deilingin gangi upp. P af mínus 4 er mínus 4 í fjórðaveldi, pluss 2 sinnum mínus 4 í þriðaveldi, mínus 8 sinnum mínus 4 í öðruveldi, mínus 4 og pluss 1. Settum bara mínus 4 í staði fyrir öll x-in hérna í p af x. Og ef við sláum þetta inn í reiknivél, þá gefur það okkur að útkoman er 5. Og við vitum það, ef að afgangur er ekki 0, þá gengur deilingin ekki upp. Þannig að við getum sagt að afgangurinn verður 5, svo að deilingin gengur ekki upp. Prófum síðan að setja þetta inn í t af x.
t af -4 verður -4 í þriðja pluss 8 sinnum -4 í öðru pluss 13 sinnum -4 -12 og það gefur okkur 0. Og þá vitum við að fyrst afgangurinn er 0, þá gengur deilingin upp.